Ég fekk hann Þór Snæ Júlíusson skömmu eftir að tilkynnt var að þjóðaratkvæðisgreiðsla yrði framhaldið við ESB í lok ágúst til mín hér á Rauða borðinu og nú hafa allmargar vikur liðið síðan. Hann framkvæmdastjóri þingflokks Samfylkingarinnar og við ætlum að ræða það sem hefur gerst núna á milli og við ætlum að fara yfir dýrtíðina, samkeppnismál og ég ætla að spyrja hann hvort hann sé viss að í samkeppnislegu tilliti þá myndi Ísland ganga til góðs með inngöngu í ESB. Vertu velkominn. Takk. Ég veit ekki hvað að byrja, umræðan hefur eiginlega orðið að mínum mati enn furðulegri, enn verri, enn rakastnauðari, miklu meir lygar, hreina lygar, áróður, drasl og svona bara heila skemmandi rugl sem borið á borð fyrir íslenskan almenning að mínum mati, bara svo ég segi þér mína skoðun. Verður þetta svona bara allt fram á síðasta dag að það ekkert að marka það sem fólk segir? Mér finnst nú ekki hægt að setja alla sem eru þátttakendur í þessu umræðu einhvern veginn á sama stað. Það sem hefur komið mér í opna skjöldu sérstaklega málflutningur stjórnarandstæðunnar sem festist rosalega mikið í forminu, að reyna að útskýra fyrir fólki að það sé eitthvað við formið sem sé öðruvísi en það sem stjórnvöld eru að segja það sé. Og þetta snýst svona aðalega það að þjóðaratkvæðagreiðsla það hvort að fara í samningaviðræður sé ekki þjóðaratkvæðagreiðsla það að fara í samningaviðræður, heldur einhvers konar laumutilraun til þess að koma Íslandi í aðlögunarferli hjá Evrópusambandinu. Og þetta taktík, er það ekki? Jú, en ég klóra mér alveg í hausnum yfir þessu vegna þess að Ísland auðvitað mjög aðlagað að Evrópusambandinu. Það við gegnum EES-samningin, þar sem við höfum auðvitað tekið upp meira meina alla gjörðir sem við þurfum nema það sem undanþegið honum frá því að sá samningur tók gildi 1994 og við erum aðilar að Schengen og þetta eru svona tvær stærstu hraðarhindranirnar venjulega fyrir aðildarríki sem eru að sækja Evrópusambandið, það þessi aðlögun. Þessi aðlögun þegar til staðar á Íslandi. Það liggur alveg skýrt fyrir að það sem verið að gera í þessu tveggjafasa ferli sem núna á að ráðast í það sem sömu flokkar sem eru með allt á hornum sér núna gagnvart þessu ferli vildu að yrði gert þegar á sóttum aðild 2009. Það að segja að spyrja þjóðina áður en fara á stað. Og í ljósi þess hversu eldfimt þetta mál þá var ákveðið að gera þetta svona og spyrja eigum við að fara í þessar samningaviðræður, svo munu samningaviðræðurnar eiga sér stað og svo verður samningur lagður fyrir þjóðina og hún hefur þá 2 tækifæri til þess að segja sína skoðun á þessu ferli. Þetta ekkert flókið. Það að þvæla fram og tilbaka formið á málinu í stað þess að ræða bara efnisatriðin og standa þá með einhverjum rökum það af hverju það sé stórhættulegt að fara í samningaviðræður og fá samning sem getur sýnt svart á hvítu hvort að eitthvað af þessum bábiljum sem hefur haldið að okkur árum og áratugum saman séu réttar ekki. Ég skil þetta ekki alveg. Skilur þetta ekki? Ég skil þetta alveg fullkomlega. Jú, þau eru í pólitík. Þau eru að reyna að nýta sér fólk sem ekki með mjög góða bjargir til þess að átta sig á því hvað þessi kosning til þess að pikka upp í rauninni ákveðin rángindi og ganga með það inn í gjörklefann. Út frá pólitískri leikjafræði þá skil ég þetta einhverju leyti en mér finnst þetta ekki klókt. Það kannski það sem ég átti frekar við. Mér finnst þetta kannski aðalega bara svolítið svona ramba á siðferðislegum mörkum. Já, það augljóslega verið að reyna að selja fólki það sem hér í gangi að leyfa þjóða ákveða hvort hún vilji fara í samningaviðræður ekki sé eitthvað allt annað. Já. Og það fyrir mér ekki alls ekki heiðarleg framsetning. Nei, hún ekki heiðarleg. Og maður spyr sig oft hvað býr þarna baki af hverju þessi miklu ofsi í það að einhvern veginn að standa vörðum þessi kerfi sem við erum með og yrðu fyrir áhrifum af því að ganga í Evrópusambandi kjósi þjóðin að gera það eftir að samningum myndir ekki fyrir. Eitt svari við spurningunni gæti verið að mjög öflugar blokkir og sterk sérhagsmunaöfl séu að toga í spotta.
Og talandi öflugar blokkir, það þarna nýkomin út skýrsla sem sýnir það að ítök stórútgerðarinnar ná víða. Ég var nú með kort í besti vinur Aðal sem að sýndi hvernig kolkrabbinn fær alltaf fleiri og fleiri arma og ég hélt nú fram í þeirri bók að ef frammyndi ef frammyndu líða stundir eins og horfði núna þá myndi stórútgerðin eignast beint eða óbeint skoðanir okkar og viðhorf vegna þess að í hverri fjölskyldu yrði einhver sem að hefði vinnu og þar af leiðandi beina hagsmuni að því að starfa hjá þessum öflugu blokkum af því að ítök þeirra í fyrirtækjalífinu væru fann að teygja sig svo langt umfram sjávarútveginn. Ok, það var nú kannski sett svona svolítið fram með ögrandi hætti sem vekjaraklukka til þess að við myndum velta fyrir okkur hvort þetta væri leið. En þessi skýrsla nýkomin út. Hún sýnir ákveðna stöðu. Fyrir því sem gamlan blaðamann kom eitthvað óvart í þessu? Sko, já og nei. Byrjum bara á smá örstuttri sögulegri upprifjun. Það eru nokkur ár, ég held að vera 2020 í mann rétt, sem núverandi atvinnumálaráðherra þá þingmaður Viðreisnar í minnihluta lagði fram sambærilega skýrslubeiðni. Hvers eru? Hanna Katrín. Já. Og fekk svar eftir 8 mánuði og Kristján Þór Júlíusson sjávarútvegsráðherra og það svar var raunverulega ekkert. Það var til dæmis ekki, það kom meðal hans fram að þau opinbera taldi að það hefði ekki heimildir til þess að segja frá hverju var raunverulegur eigendur. Alveg rétt. Og hún spurði eftirminnilega bara byrju hvað verið að reyna að fela þetta ekki neitt. Og það var þá og persónuvernd tók það upp á sína arma að segja að þetta svar auðvitað héldi engu vatni. Það voru sannlega heimildir til staðar til þess að rekja raunverulega eigendur af stórútgerðum í svörum til Alþingis. Þannig að þetta var mjög furðuleg afgreiðsla. Og svo var ákveðið í fyrrahaust að endurflytja þessa beiðni með smávarum breytingum til þess að reyna að sjá hvort að það hægt að fá einhverja mynd á því hvernig eignarhald 20 stærstu útgerðarfyrirtækja landsins eru í öðrum geirum. Svarið sem var unnið á Hagfræðistofnun Háskóla Íslands sýnir það einhverju leyti. Það er að segja svarið flokkar eignarhald 20 stærstu útgerðarfyrirtækina niður í þrennt, það er að segja í öðrum útgerðum með kvóta, það er hvað það hefur keypt upp af öðrum sjávarútvegsfyrirtækjum sem eru með kvóta, önnur starfsemi á Íslandi og svo erlend starfsemi. Og niðurstaðan er að það séu rúmlega 400 milljarða eignir í þessum 3 flokkum. Varlega áætlað? Mjög varlega áætlað vegna þess að, sko, til að byrja með er dregin frá eign, það er svona mínuseign í erlendu hjá Samherja og það er augljóslega vegna tilfærslu á eignum í gegnum fyrirframgreiddan arf og seljendarlán frá foreldrum til barna. Þannig að það eru svona næstu í 40 milljarðar sem hægt er að bæta við tiltölulega hratt og svo varð okkur ljóst eða mjög hratt þegar við fórum að kíkja á gögnin sem fylgdu með að það vantaði töluvert inn í myndina. Það vantaði til dæmis eignarhaldsfélagi Kristin sem er fjárfestingarfélag Ísfélagsfjölskyldunar og heldur á íslensk-ameríska eða hlut þeirra þar fullt af fasteignaþróunarverkjum á 70 milljarða í eignir. Það vantar eignarhlut Samherjafjölskyldunar í Eimskip, það vantar hlut Gjögurs fjölskyldunar í Sjóvá og þetta eru bara 3 dæmi og þarna samanlagt eru þetta 3 dæmi sem á þeir tímabili sem úttektin nær til eru 80 milljarða virði eitthvað svoleiðis. Þannig að það eru alveg góð líkindi vegna þess að stöðust við mjög þrönga skilgreining og tengdum aðeilum þarna, eru bara miðað 50% markið en ekki til dæmis bara að finna þau fyrirtæki sem þau er kannski 10% í eða annað slíkt. Að þarna séu minnst okkur tugir en sennilega 100 milljarða sem eru ótaldir. Annað sem kom mér dálítið í opna skjöldu er það hvað þetta er gerst hratt. 10 ára tímabil sem er skoðað, frá 2014-2024 og 60% af þessum eignum er að falla til á þessum 10 árum. Þannig að samþjöppunin er að eiga sér stað mjög hratt. Og ég held hún sé alls ekkert að minnka ef við skoðum hvernig
arðsemin í þessum geira núna sáum bara til dæmis uppgjör hjá síldavinnslunni sem verðmætasta fyrirtækið í Kauphöllinni núna fyrir fyrsta ársfjórðung og það var 5-falt meiri hagnaður en á sama tími fyrra. Og síldavinnslan frá því að veiðigjaldin voru samþykkt hérna 14. júlí markaðsvirði hennar hefur aukist 83 milljarða króna. Nú, fyrirtæki verða ekki gjaldþrota vegna veiðigjaldanna? Það var alls veiðigjaldanna? ekki gjaldþrota, heldur hefur markaðsvirðið aukist 65% á þessum 10 mánuðum og þar af eru sko þessi 2 aðilar sem eiga stærsta hlutan, Samherji og Gjögursfjölskyldan í gegnum Kjálkanes sem taka 46% af þessum 83 milljörðum í auki markaðsvirði á 10 mánuðum sko. Þannig að og þetta bara svona dæmi það hvað þetta mikill auður sem að safnast á fárra hendur og hvað hann getur nýst til þess að kaupa upp í ótengdum geirum á Íslandi og svo auðvitað kannski svo ég klári þessa yfirferð yfir þessa skýrslu að það eru auðvitað mörg fyrirtæki í þessum 20 fyrirtækja hópi sem eru tengd sko. Þarna eru bara dótturfélög og annað slíkt og svo auðvitað gera þau langt flest upp í evrum. Já, sko mér fannst það tímanna tákn þegar ég held að það veri Ingi Freyr Vilhjálmsson, blaðamaður sem benti mér á það að ef ég ætlaði að kaupa með kaffivél þá væri mjög líklegt að ég væri að styrkja Guðbjörgu í Eyjum. Hún væri komin með sem sagt kaffivélasöluna. Já, vantilega Fastus. Já, og það svona, hugsaði ég. Það eru örugglega ekki allir sem vita þetta og síðan hefur maður fylgst með öllum fjandanum. Með þessum miklu ítökum verður þá samkeppni enn minni? Já, en ekki bara út af þessu. Þú veist, við auðvitað, hér var hrun og eftir hrunið þá þarf að endurreisa íslensk viðskiptalíf og það gert, við setjum fjármagnshöft til þess að passa upp á það að útlensku peningandi komast ekki út og búum til þessa stöðu gagnvart erlendu kröfuhöfum og allt þetta og þá þurfum við peninga til þess að geta endurreist þetta íslenska viðskiptalíf og það gert í gegnum endurreista banka og það síðan gert í gegnum lífeyrissjóð sem komast ekkit út með peningana sína og fyrirtækin eru seld þegar búið að taka þau gegnum þvottavélina gegnum skráningu á markað og lífeyrissjóðnir hafa raunverulega ekkit rosalega mikið annan valkost en að kaupi þeim vegna þess að eins og einn sagði eitthvað þegar mann frægum fundið sér var á ef við kaupum ekki það sem verið að bjóða núna þá endum við með að kaupa bara reiðhjólu og örbylgjuofna við erum búin að kaupa allt annað sem við megum kaupa samkvæmt lögum þannig að við það verður rosalega stórt eignarhald lífeyrissjóða á skráðum fyrirtækjum, stórum fyrirtækjum á Íslandi og munum, þetta eru að uppistöðu bara þjónustufyrirtæki svona verslunar og þjónustufyrirtæki þetta eru tryggingafélög, þetta eru bankar sem eru bara að starfa á innlendum markaði þetta eru fjarskiptafélög þetta er smásala, það er segja matvara eldsneytisala, annað slíkt þetta eru bara fyrirtæki sem við þurfum að vera í daglegum viðskiptum við þjónustu og vörur og óvenjulegt að skráður hlutabréfamarkaður sé uppistuðu samsettur af svona fyrirtækjum og þarna vantar þetta líka flutningsfyrirtækin og annað slíkt inn í og fá fyrirtæki sem eru kannski með mikið alþjóðlegt presence venjulega eru skráðir markaðir notaðir til þess að veita fyrirtækjum í miklum vexti færin til þess að fara í þann vöxt en hérna er þetta svona þetta er sérkennileg samsetning og fyrir vikið eiga lífeyrissjóðirnir helming allra skráða hlutabréfa en þeir eru svona laissez-faire það segja þeir eru ekki mjög virkir stjórnendur í þeim fyrirtækjum sem þeir eiga og það þýðir að fyrirtækið, aðrir fjárfesta þurfa ekkit kannski að eiga mjög stóran hlut í fyrirtækjum til þess að verða algjörlega ráðandi í þeim. Ráða hvernig launakjör stjórnenda eru, ráða hvernig arðsemiskrafan ráða í hvaða fjárfestingar farið og það hefur orðið reyndin hérna að svona einkafjárfestar með ekkit stundum mjög stóra eignarhluti geta orðið mjög ráðandi og sannlega án þess að eiga meiri hluta í félögunum. Þannig að það ígir þetta líka þegar fáir eignast rosalega mikinn auð og geta farið að kaupa í öllum anskotunum öðru en upphafsgreininni sem þeir voru í
og þú ert með svona þessa stöðu að lífeyrissjóðirnir eigi hérna aftur bara helming allra hlutabréfa og sé ekki rosalega virkir í því að stýra hvernig þessum fyrirtæki sem þeir eigi háttað sko. Þannig að það líka dálítið sér íslenskt. Já. Og þá komum við kannski að megin tilefni þess að ég baði að koma hérna að Rauða borðinu, Þórður Snær, að sko segjum sem svo að íslenska þjóðin ákveði í lok ágúst frekara framhald, það verði boðið upp á pakka og við göngum í Evrópusambandið. Við munum ákveða það, hvort sem við fáum mjög margar undanþágur eða við komumst að því að við ætlum samt að ganga í Evrópusambandið þótt við fáum ekki allar þær undanþágur sem við viljum, meðal annars vegna þess að við erum orðin þreytt á þessu skopparabolta hagkerfi og samkeppnin, dýrtíðinni, öllu því. Það stutt sem við fengum upplýsingar það að Ísland hefur aldrei verið dýrara heldur en einmitt núna í samanburði við önnur nágrannalönd, þá finnum maður það að kaffibollin er komin á 2.000 krónur ef maður fer hérna og leyfir sér að fá sér kaffi og eitthvað svona. Og sem sagt stóra spurningin sem að margir spyrja sig eru einhverja líkur á því að þetta með samkeppnina myndi raunverulega breytast með inngöngu í ESB. Margir hafa nefnt við mig að ástæða þess að erlend fyrirtæki ekki mikið að reyna að hasla sér völl hér í íslensku viðskiptalífi sé íslenska krónan. Og þá komum við að þeirri stóru spurningu, ef Íslendingar ganga í ESB, ef við tökum upp evru, ef það næst stöðuleiki á fjármálamarkaði og í viðskiptum og ef ítök þrýstihópa minnka hér í viðskiptalífinu, mun það sannarlega þínum að til leiða til þess að við fáum slatta af erlendum fyrirtækjum til þess að slást í samkeppnina hér við innlend fyrirtæki á Íslandi? Ég held að það verði svo. Þú heldur það? Og ég get alveg fært fyrir því rök. Sko í fyrsta lagi ef að við myndum taka upp evru og gangi í Evrópusambandið, þá losnar auðvitað lífeyrissjóðun okkar. Norski olíusjóðurinn til dæmis, eins og vel þekkt hann rekinn með það augnamið að fjárfesta ekki inn í Noregi til þess að vera ekki að búa til hita inn í hagkerfinu þar og til þess að koma í veg fyrir að við lendum í svona kannski klemmu eins og við erum að gera með okkar lífeyrissjóðkerfi sem eru auðvitað fáránlega gott kerfi og á 9.000 milljarða króna og okkur gríðarlega mikilvægt en óbúslega umsviða mikið innan lands í fjármögnun á einu og öllu. Og þetta akkurat öfugt við það sem Norðmennirnir gera. Þannig að með upptöku evru þá auðvitað losnar verðtrygginguna, hún heyrir sögunni til, mikið hluti af reiknum lífeyrissjóðanna eru verðtryggðar og þeir eðlilega halda mjög fast í það fyrirkomulag vegna þess að það tryggi þeim vörnina frá verðbólgunni sem konstant og við erum með innbyggt í lög raunverulega ennþá höft á erlendar fjárfestingar lífeyrissjóða. Þannig að þeir munuð, núna mega bara fara upp í ákveðið prósent af eignum sínum í erlendum eignum. Þeir geta þá farið víðar og fjárfest svona landi og þjóð til heilla. Ég hef líka trú á að það muni aukast erlend fjárfesting. Það alls ekkit einhver ný ályktun að erlendir fjárfestar hafa sett fyrir sig gjaldeyrisáhættuna og gang íslenska efnahagskerfisins þegar þeir eru að horfa á það hvort að hér að fjárfesta. Ég meina þú getur talað við hvern sem í nýsköpunargeiranum það ástæða fyrir því að mörg okkar því miður hugmyndadrifnu fyrirtæki enda með helstu starfsstöðvar sínar erlendis frekar en að þetta eru ekki sveiflur eða aðstæður sem erlendir fjárfestar vilja reikna inn í sínar fjárfestingar. Þannig ég hef trú á því að Ísland sem vel menntuð, dugleg og frjóð þjóð muni geta laðað umtalsverða erlenda fjárfestingu líka vegna þess hvar við erum staðsett í heiminum og hvernig geopólitíkin að þróast að þetta veri eftirsóknarvert svæði til dæmis varðandi vöruflutninga og annað slíkt. Þannig að ég held að það gerist klárlega. Svo opnast bara glugginn fyrir það fyrir þjónustufyrirtæki sem til dæmis að selja fjármálaþjónustu eða tryggingar eða hvað svoleiðis að opna hér bara einfallega útibú og geta farið í samkeppni við
bankar sem eru að bjóða vöru eins og stendur á miklu dýrara verði en við myndum fá hann annars staðar og það þarf ekkit mikla fyrirhöfn til þess. Það er hægt að leigja skrifstofuhúsnæði og vera bara með nokkra starfsmenn og flest svona þjónusta, hún fer nú eiginlega fram með stafrænum hætti í dag, sko. Þannig að ég hef miklar væntingar til þess og ég hef líka væntingar til þess að þetta geti ítt snjóbolt af stað. Ef að fjármagnskostnaður breytist þá getur það haft mikil áhrif inn í alls konar aðrar geira. Eins og? Já, það getur búið til mikla hvata fyrir fólk að fara í samkeppni við eitthvað sem að bjóða kannski upp á vörur eða þjónustu með arðsemiskröfum sem eru töluvert yfir það sem eðlilegt ætti að vera í svona litlu samfélagi þar sem kúnnarnir eru fyrst og síðast þeir sem hér búa. Og það er alls heldur ekkit útilokað að við myndum sjá erlend stórfyrirtæki með mikil samlegar áhrif í matvöru og við myndum þegar séð það í eldsneytum, í Costco og byggingavörum í Bauhaus. Þrátt fyrir krónuna, sko. Mér skilst að Costco sé búið að stórlækka kostnaði við fermingavislur. Ég held að Costco áhrifin voru gríðaleg. Þau voru það, bara líka, varð svona akkir í eldsneytissölu þegar þau fóru að selja bensín og bjóða upp á bara alls konar vörúrval sem hefur ekki verið í boði og allt öðru sér viðskiptamódel á bakvið þetta. Þannig að ég hef alveg réttmæta væntingar til þess að ef að við losnum við krónu áhættuna að þetta gæti orðið raunveruleikin í öðrum geirum líka. Mikilvægur hliðaráhrif sem að þetta tangarhald fárra á íslensku samfélagi, það myndi losna eins það. Það myndi að minnstakosti myndast stórar sprungur í það og þeir sem vilja spreita sig í að standa upp í áruna á þeim á hinum og þessum mörkuðum, þeir myndu fá betra tækifæri til þess að gera það. Þannig að þú sæir jafnvel fyrir þér að við fengjum banka. Ég get alveg sé fyrir mér að minnstakosti að við myndum sjá meiri erlendan áhuga á íslensku bönkunum sem kannski fjárfestingarkosti. Ég segi alveg fyrir mér að einhver fjármálaþjónusta myndi fara að setja upp mögulegt útibú til þess að bjóða upp á kjör sem eru ekki í boði hjá íslensku bönkunum í dag. Alvöru samkeppni sem stað engra samkeppni eins og núna á milli banka. Og allt þetta myndi leiða til þess að íslensku bankarnir þyrftu að aðlaga sig mjög hratt að þeim veruleika. Tryggingafélag? Já, ég myndi vonast til þess að sjá eitthvað slíkt. Það eru orðið þannig að tryggingafélög eru í síauknum mæli að að vera í samstarfi við fjármálastofnanir og að vera að selja þetta sem kallast böndlaðar vörur. Þannig að það geti sannlega verið möguleiki. Og þú nefndi stórmarkaðinn áðan að við fengjum kannski meiri samkeppni þar. Ég aftur, það er aldrei hægt að segja með 100% vissu hvað verður, en ég held að minnstakosti að margar þær hindranir sem eru nú þegar í vegi, að þeim verði rutt til hliðar með inngöngu og upptöku evru ef að það verður niðurstaðan í tvöfaldri þjóðaratkvæðagreiðslu. Það eru aðrir faktorar sem munu alltaf hafa áhrif á Íslandi, meðal annars flutningskostnaður út að við erum eyja í miðju Ballarhafi og við erum líka Hvað með að við séum svo lítill markaður enginn hafi á okkur? Já, það verður allan að gerst nú þegar að hér hafa komið erlend stórfyrirtæki inn á þennan litla markað, þrátt fyrir korona, sem við vorum að fara yfir áðan. Það að setja upp kannski útibú á litlu markaði, það þarf ekki endilega að vera neitt mjög kostnaðarsamt en getur orðið mjög arðbært vegna þess að Ísland er mjög ríkt land og við erum með mjög mikið í gangi og eru eftirsóknarverðir viðskiptavinir. Það eru það klárlega, eru bara fyrirtæki, hort á sjávarútvegsfyrirtækin sem eru gríðarlega verðmæt og fyrirtæki í mjög góðum rekstri, þú getur hort á orkufyrirtækin í Íslandi og nálæðinu við þau og þá þróun sem eiga sér stað í kringum þessa geira sem alltaf að stækka. Þannig að ég held að við höfum aldrei að líta svo á að við séum of lítil fyrir heiminn. Við erum það ekki. Og þá það spurningin að ef þetta gengi nú eftir og mörgum myndir nú létta mikið við það.
Jú, það svo sem einhver óþægindi sem myndu verða þessum breytingum fyrir til dæmis skussana í íslensku business að í stað þess að þeir myndu bara halda áfram að hafa það rosalega gott og græða á tá og fingri þá þið meira aðhald og það myndu kannski einhverjir menn óhæfir í ýmsum brönsum missa vinnuna í stað einhverja manna utan Ísland sem hefðu atvinnu af því að sinna Íslandi en bursið frá sem sagt breytingunum hver væri svona að þínu mati raunhæfur tímarammi í þessu vegna þess að stundum heyrir maður að ef við erum að tala um einhverja lausnir í íslensku efnahagskerfi þá séu það ekkert á morgun eða hinn sko, það sé mjög langt í þetta. Já, sko staðan hefur þetta breyst umtalsvert frá því að við fórum síðast í aðildarumsóknarferli. Staða okkar hefur breyst mikið. Við erum mjög sterk efnahagslega og stöndum mjög styrkum fótum sem ríki. Ég var að lesa viðtal við stækkunarstjóra Evrópusambandsins í Politico helgina þar sem hún raunverulega lýsti Íslandi sem mögulegu svona sérstöku tilfelli vegna þess að við erum þegar búin að eins og ég fór yfir áðan að aðlagast innri markaði Evrópu svona mikið í gegnum EES-samningin. Hún nánast ræddi einhverja hraðinngöngu. Já, það var eiginlega, og þetta hefur, við vitum alveg að þetta hefur verið svona til umræðu innan Evrópusambandsins að finna nýjar leiðir til þess að geta mögulega hraðað umsóknarferlum. Þetta eru við erum sérstaklega rætt í sambandi við Úkraínu en núna í síauknum mæli varðandi Ísland og svona ríki sem kemur með mikið að borðinu þegar það að sækjum en verður ekki svona, ef maður leyfir sér að sletta ekki net contributor heldur net receiver. Ísland mun alltaf greiða svona í grunninn aðeins meira með sér en það fær beint þrátt fyrir að heildaráhrifin á okkar mati eru þau að Ísland myndu þetta hagnast mjög að því að vera hluti af Evrópusambandinu. Og það er ekki frágangssök. Nei. Þannig að þú veist, tímaraminn hann virðist allan að geta orðið töluvert styttri en áður hefur verið haldið fram og svona í ljósi orða stækkunarstjórans ef að við erum fyrst og síðast að horfa á að samningaviðræðurnar fari mjög fast í það sem við setjum sem skilyrði og ég er ekkit undanskilin þar, ég er þeirra skoðunar að það þarf að mæta okkar skilyrðum varðandi yfirráði yfir auðlindunum til að mynda og sérstakar skilgreiningar fyrir landbúnað á Íslandi til þess að ég myndi með fullu fettum segja já við aðild. Þannig að ef að það næst niðurstaða þar tiltölulega hratt sem í takti við okkar væntingar þá ætti þetta ferli ekki að þurfa að taka mjög langan tíma. Er það ekki? Og til dæmis að skiptum gjaldmiðil, er það ekki gríðarlega flókin aðgerð? Við þurfum að mæta Maastricht skilyrðunum sem eru þau skilyrði sem eru sett og í dag eru við í vandræðum með verðbólguna sérstaklega og vextina. Verðbólga á Íslandi hefur ekki verið í markmiði í 6 ár sko. Og við þyrftum þá að grípa til sameiginlegra aðgerða. Þessi markmið bara eitthvað rugl. Já, það allavega eitthvað sem umhugsunarefni þegar þú rekur peningastefnu á grundvelli verðbólgumarkmiðs og það næst aldrei. Og það hefur eiginlega varla nást núna á undanförnum áratugum nema bara þegar við vorum í höftum. Þegar það var að stýra fjárflæði inn og út á landinu eftir hentuleika. Þannig að það þyrfti þá bara að fara í mjög skarpa aðlöfum til þess að ná þeim markmiðum og þannig við getum uppfyllt þessi skilyrði. Hluti af því ferli, þessi biðstofa svokallaða, hún felur svona de facto í sér að áhrifin af upptöku evru eru farin að skila sér inn áður en að við skiptum nafn á gjaldmiðlinum. Þannig að ég er alveg með raunhæfa væntingar ef þessi markmið nást. Það er að segja, ef það verður já núna í ágúst og viðræður geta hafist tiltölulega snemma og það verður farið mjög fast í það sem mun skipta mestu máli að ná samningi það er að segja að mæta þessum skilyrðum okkar það að við séum alltaf með fulla festu á örlögum þjóðarinnar með yfir auðlindum og það tekst að ná þeim markmiðum fram þá sé ég ekki fyrir mér að þetta ætti að taka neitt rosalega langa tíma en þú veist það að segja það hvað það þýðir í dögum, vikum, mánuðum eða árum
það eitthvað sem ég treysti mér ekki til þess að gera, en það væri það mjög óbært. En seinni atkvæðagreiðslan, það sem kosið samning, ef það kemur já í ágúst, hvað svona lágmarks tímalengd í það að þínu mati? Þið hljótið að vera að ræða þetta alla daga í þinni kreðsu. Það fer algjörlega eftir þessu sem ég sagði, bara hversu vel gengur að semja þau skilyrði sem Ísland myndi setja. Ef að það tekur skamman tíma, segjum svo að hér verður já í ágúst og íslenska samninganefndin síðan myndi hefja viðræður, ég held að utanríkisráðherra talaði að það sé svona raunheft að þær gætu þá hafist einhvern veginn kringum áramót af fullum fetum og að það komi bara einfaldlega í ljós að Evrópusambandið sé ekki að setja mikið út á þessi grundvallarskilyrði sem við erum með. Segir hérna, já, auðvitað og eðlilega eru við tilbúin að mæta því að þið haldið yfirráðum yfir ykkur auðlindum og það verði með ykkurum hætti sett fram í varanlegri undanþágu. Það er að segja, það getur verið gert inn í samningnum sjálfum eða með ykkurum breytingum innan Evrópusambands sjálfs. Þá ekkit lok fyrir það skotið að við getum verið að sjá einhvern veginn hvernig þetta lítur allt saman út áður en að þessu kjörtímabili líkur. Já, áður en kjörtímabilinu. Já, þú veist, það ekki útilokað, en ég held maður verið líka bara að vera aðeins bara með augun opin gagnvart því að þetta flókið og þetta umfangsmikið. Og þú ert að byrja á því að fá já í ágúst sem engan veginn víst. Bara algjörlega og það getur vel verið að þetta getur tekið töluvert lengri tíma. Þú veist, þetta getur þess vegna mögulega tekið einhver ár ef að það eru miklu ástendingasteinar. Og ef þú fær nei í ágúst, þá þessi hugmynd bara til kælingar langa hríð. Já, fyrirsjáanlega framtíð. Fyrirsjáanlega framtíð. Ég held að það sé öllum augljóst og það, þú veist, ég segi það bara, ég held að það fari ekkert á milli mála. Ég hef mikla trú á að Ísland geti og eigi að fara inn í Evrópusambandið að ákveðnum skilyrðum uppfylltum og geti styrst gríðarlega sem þjóð við það að gera það. Ég held að fá sæti við borðið og fá áhrif á ákvörðunartöku sé miklu meira skref, sjálfstæðis og fullveldisskref en það að taka bara við eins og við höfum gert núna frá 1994 á grundvelli EES-samningsins. Ég algjörlega þar og ég held að Ísland og Norðurlandaþjóðirnar og Eystrasaltsríkin geta saman, þetta að mörgu leyti mjög lík lönd sem hafa sameiginlega hagsmuni, geti myndað mjög sterka blokk saman innan Evrópusambandsins, þannig að áhrifin okkar munu ýkjast langt umfram þann fjölda sem býr hér í landinu. En af því sögðu, ef það niðurstaða þessar þjóðar að við viljum bara halda áfram á þeirri leið sem við höfum verið, sem hefur, þú veist, kosti og galla, gallarnir eru augljósir, við erum auðvitað með mjög háa vexti eiginlega alltaf, vegna þess að við erum með mjög háa verðbólgu eiginlega alltaf og fyrir ekki þurfum við að vera með mjög há laun eiginlega alltaf sem því það verðlagið verður mjög hátt og svo bara gengur þetta hring eftir hring, hið svokallaða höfrungahlaup. Þá, ef það niðurstaða þjóðarinnar að þetta sé kerfi sem við viljum halda, þá ber bara virða þá niðurstöðu og það augljóst í mínum huga að þá þessi spurning að minnstakosti já, fyrirsjáanlega framtíð, þá hún út af borðinu. Svona kannski í lokin, þá langar maður að ræða við þig stýrivaxtahækkun Seðlabanka í síðustu viku, mikil vonbrigði á mati margra, en það alltaf þessi þétti stuðningur hjá ríkisstjórninni sem þú styður við stefnu Seðlabankans. Síðast í dag var ég að lesa grein eftir Stefán Ólafsson á Heimildinni þú las hana og þar komu fram rökum að þetta bitna á þeim sem síst skildi þessar vaxtahækkanir hafi áhrif á þá sem síður skildi heldur en aðra og það alltaf þessi gamla saga. Hvenær að þínu mati runnin upp sú stund að Kristrún, þinn leiðtogi, eða þið sem styðið ríkisstjórnina, að þið bara takið fólkið í Seðlabankanum á eintal og bara
gefum okkur bara að brjálaður maður myndi stýra Seðlabankana og sem Seðlabankastjóri er sannarlega ekki sko og hann tæki bara einhverja svona og hann og nefndin í kringum hann væri bara að taka alveg óbóðslega vondar ákvarðanir, trekk og ríkisstjórnin segir alltaf bara já, Seðlabankin er sjálfstæður og óháður okkur og það verður að vera þannig en sko hvenær segir maður eins og þú og Kristrún og einhver sem við höfum kosið hingað ekki lengra Sko, við byrjum á því bara út þegar þú lagðir út frá grein Stefáns Ólafssonar ég er mjög lítið sammála því að vaxtahækkanir eru skattahækkanir á þá sem síst eiga að vera beraðir önnur leið til þess og það sem Seðlabankinn hefur verið að reyna að gera á undanförnum árum er það að hemja mikla einkaneyslu hluti af þjóðinni hefur upplifað gríðarlega kaupmáttaraukningu og launahækkanir og þrátt fyrir mjög hátt vaxtastig þá hefur Seðlabankanum ekki tekist að hemja þessa einkaneyslu kannski bara eiginlega fyrir núna við erum að sjá það bara á síðustu vikum og mánuðum að kortaveltan er að draga saman það voru á bara gríðarlega aukning á fjölda utanlandsferða á milli ára þrátt fyrir öll þessi háa vaxtastig og allt þetta og þeir sem eru með verðstöðuleikana á herðunum eru lágtekjufólkið því miður. Þetta bitnar mest á þeim og það er ekki viðunandi ástand en heildarmyndin er svo miklu stærri og flóknari. Við erum með lög sjálfstæðan Seðlabanka. Hann hefur eins og stendur þetta markmið eða þess að honum er ætlað að reyna að ná þessu verðbólgumarkmiði sem ég sem sagði á hann er ekki náð í 6 ár og svo hefur hann þessi tæki og tól sem lögin skamt honum sem eru geta verið alls konar kvaðir á banka, geta verið kvaðir á lántakendur hann hefur líka önnur tæki og tól sem hann beitir aldrei og svo erum við þetta með þá stöðu að við erum sífellt að elta skottið á okkur varðandi annars vegar verðhækkanir og hins vegar launahækkanir. Það er að segja að við erum að hækka launin til þess að eiga fyrir verðinu og við erum að hækka verðið til þess að eiga fyrir laununum. Þannig að þetta eru vandamál á fleiri stöðum en bara í fyrirkomulega Seðlabankanum. Við höfum reynt nokkra leiðir með Seðlabankan að stýra efnahagskerfinu okkar eða peningastjórninni. Við vorum með fljótandi krónu eftir hrun, það fór nú ekki vel. Nei. Við vorum með annað fyrirkomulega sem var tekið upp eftir þjóðarsáttina sem virkaði tíma en svo bara þótti það ekki nógu mikið frelsi í því sem var fastgengisstefna þannig að í enda dags snýst þetta alltaf rosalega mikið hjá mér blessaðan gjaldmiðil og það var nú ástæðan fyrir því að við settumst niður það er allt annað eru plástrar það eru allir að reyna að gera sitt besta að reyna að láta þetta allt saman gangu upp og við eigum þetta tímabil sem eru mjög arðbær fyrir samfélagið það er alveg þannig, við höfum tekið út mikla kaupmáttaraukningu langt umfram nágrannaþjóðir okkur undanförnum árum núna finnst mér verkefni vera það að verja þá kaupmáttaraukningu ekki í krónum og aurum heldur raunveruleika það er að segja að við verjum það sem við fáum fyrir peningan okkar og ég held að minnstakosti ein leið og að mínum mati svo eftirsóknarverðasta til þess að gera það er það að fara í þetta ferli að segja já í ágúst og fara í samningaviðræður til þess að ganga í Evrópusambandið. Klemma okkar er svo að á sama tíma og ég tek undir hvert einasta orð sem þú segir að mjög stór hluti íslensku þjóðarinnar hefur það mjög gott og þarf ekki að láta stýrivaxta breytingar Seðlabankans segja sig fyrir verkum því miður getur maður kannski sagt en á sama tíma sá hópur er mjög stór erum við að verða vitni að svo mikilli efnahagslegri stéttaskiptingu þegar kemur á húsnæðismarkaðinum að fasteignasalar segja bara sjálfir að þeir þekki varla nokkur dæmi lengur það að ungir húsnæðiskaupendur kaupi sér íbúðir án stuðnings frá foreldrum eða einhvers konar ætting. Við sjáum þetta bara í tölum til dæmis varandi fyrirframgreiðslu arfs og við höfum náttúrulega líka að lifa kannski þannig tímabil að með þess að þegar ég var ungur og enn lengra síðan þegar þú varst yngri þá
þá var ekki rosalega algengt að miklar eignir væri að flytjast á milli kynslóða. Nei. Þú veist, það var ekki þannig að, þú veist, þetta voru kannski einhverjir munir og eitthvað svona smá, kannski, eitthvað húsnæði sem var auðvitað ekki á neinum skala eins og það í dag var þetta verð. Núna eru svo miklar eignir, kannski í fyrsta sinn á undanförnum árum að flytjast dálítið almennt á milli kynslóða. Og það gerir það að verkum. Það er svona millistéttin og efri millistéttin á miklu meira af eignum en hún átti áður, sérstaklega vegna þess að húsnæðisverðið hækkar svo mikið að raunvirði á Íslandi, mest á raunvirði í allri Evrópu á undanförnum árum. Og það hefur veitt mörgum tækifæri til þess að hjálpa börnunum sínum, en það hefur líka þau áhrif að það hækkar húsnæðisverðið, sko. Þetta hitar markaðinn, þetta býtur ekki á þá þessar hraðarhindrun. Ég man alveg eftir fyrir nokkrum árum þegar Seðlabankastjóri vann sig það til fræðar að tala um tásumyndirnar á tenni. Já, sem var ekki gott stönd hjá honum. Þá sagði hann líka annað sem var svona líka gagnrýnt á þeim tíma, en kannski ekki lifa jafn lengi, og það að yngra fólk þyrfti einfaldlega bara að bíti það súr epli, ég manni hvernig hann orðaði það nákvæmlega, að þetta búa lengur heima hjá foreldrum sínum. Og þá gerist það að það eru þetta fullt af foreldrum sem geta bara leyst hann vanda fyrir börnin sín. En það geta ekki allir. Nei. Og þar býr til þessa stéttaskiptingu sem þú ert að tala um. Og í ofanálag eru þetta líka að búa við það að hinga það flutt alveg ógrynni fólks erlendis frá til þess að starfa sem eru að langstað miklu meira leiti inn á leigumarkaði og án eigna. 31%. Já. Og það fólk auðvitað er líka fast í þessar stöðu því að það er ekki að fara að fá neitt fyrirframgreiddan arf eða aðstoð frá ættingjum með öðrum niðjum til þess að koma sér inn á eignarmarkað með húsnæði. Þannig að það er þá líka hópur, risastór hópur, 20.000 manna sem verður dálítið skilin eftir í þessu, og þetta er mjög miður vegna þess að það besta við Ísland er það þegar við stöndum saman og það er ekki að gliðna á milli okkar, heldur erum að færa saman í sömu átt. Og þetta ástand sem er núna á húsnæðismarkaði, það þrátt fyrir þetta hefur verið gripið til margra aðgerða núna á undanförnum mánuðum til þess að reyna að mæta þessu, en þetta ástand núna eins og það hefur verið í lengri tíma, það lætur okkur gliðna frekar en að festa okkur saman. Og þú sagðir jafnvel fyrir þér að aðelda ESB ef okkur tækst að koma böndum á þessi mál sem við erum að ræða með krítiskum hætti, að það geti þá aftur minnkað stéttabilið, við efnahagslega stéttabil. Ég hef trú á því að það yrði til jöfnuðar að ganga inn í ESB. Ég held að fyrirkomulagið þar sé þess eðlis. Ég held að, eins og við fórum hérna yfir áðan, ég held að þetta muni svona losa krumluna dálítið á valdakerfinu sem er hérna með samfélagið dálítið í sinni hendi og fyrir vikið geta læst út líka alls konar krafta og tækifæri fyrir fólk til þess að verða sinn eigin gæfismiður. Og farið inn í geira sem eru kannski mjög erfitt að komast inn í dag, laðað erlenda fjárfestingu og annað slíkt, og að allt þetta muni skila okkur heilbrigðara og jafnara samfélagi en það sem við erum kannski búin að vera að sjá að myndast hérna sérstaklega í tíð þeirra ríkisstjórnar sem sátu hérna frá 2013 og út árið 2024. Ljómandi, kæra þakki fyrir komin að Þórður Snær Júlíusson. Og við höldum áfram, kæru hlustendur, ekki fara langt. Ég held að við ætlum næst að skyggnast yfir í heim einhverfra kvenna. Góðir fjölmiðlar eru mikilvægur partur af því súrefni sem sérhvert samfélag þarf á að halda. En góðir fjölmiðlar, þeir þurfa ekki endilega að vera hlutlausir, en þeir verða að vera sjálfstæðir, alveg eins og góðir háskólar og traustir dómstólar þurfa að vera sjálfstæðir. Þeir þurfa að þjóna fólkinu, ekki valdinu. Ég heiti Þorvaldur Gylfason og ég styð samstöðina. Hvar skrái ég mig í áskrift? Samstöðin.is